Starf mitt felst að einhverju leyti í því, eða eins og ég hef hugsað undanfarin ár, að vera þetta millistykki á milli þeirra sem að vilja láta gott á sig leiða og þeirra sem þurfa á þjónustu að halda, ráðgjöf eða stuðningi, nú eða vísindafólki sem þarf fjármögnun fyrir rannsóknirnar sínar. Staðreyndin sú að þó að félagið svona standi í stafni, þá á þjóðin hennan málstað með okkur. Þar af leiðandi, þá teljum við það sem svolítið ábyrgð okkar að bjóða upp á rosalega fjölbreytta möguleika til að styðja. Já, við erum náttúrulega alltaf að reyna að hjálpa fólki að lifa betur með greiningunni. Við erum að reyna að hjálpa fólki að líða betur í gegnum meðferðina og gegnum þær áskoranir sem að felast í þeirri meðferð eða hvað það er sem hver og einn er að takast á við. Þetta er erfiðasta verkefni sem að viðkomandi hefur fengið í hendurnar. Það í flestum tilfellum. Ég þekki það af eigin raun að það er ekkert sjálfsagt að fá þessa þjónustu og það er bara ótrúlega magnað ofta að fá að fylgjast með fólki, takast á við vandamálin og svona einhvern veginn finna leið til þess að svona lifa og dafna innan þessa takmarkana sem að sjúkdómurinn getur sett. Rannsókna- og skráningarsetrið er raunverulega nýtt nafn á deild sem áður hét krabbameinsskráin. Þessi krabbameinsskrá er orðin þetta gömul, 67 ára. En þar hefur ekki bara verið stundu skráning á krabbameinum, heldur unnar vísindarannsóknir alveg frá upphafi. Við erum með talsvert af norrænum rannsóknum í gangi, samnorrænum, og þar er líka gerð spá til framtíðar. Og þar sjáum við að það verður gífurleg fjölgun á tilfellum á næstu áratugum. Það þarf að skilja áfram og ennþá betur orsakir krabbameinanna. Og við viljum líka skilja hvað hefur hjálpar til við að fólk lifi sem lengst eftir greiningu og læknist. Og svo náttúrulega líka þeir sem greinast að þeim líði sem best á meðan að þeir eru veikir. Við viljum koma boðskap það hvað fólk getur gert á framfæri á sem fjölbreyttastan máta. Meðal annars með fræðslu gegnum vefsíður félagsins, á samfélagsmiðlum, með fyrirlesturum og erindum, þátttöku í viðburðum og samhliða því erum við að minna fólk á að fylgjast með einkennum. Stóra markmiðið með því að hafa öflugar forvarnir, maður myndi náttúrulega helst vilja að kæmi út úr þessu að tilvikum myndi fækka af því það hljóta allir að vera sammála það að það væri allra best ekki að hafa bestu meðferð og bestu greiningamöguleika, heldur allra best væri að koma í veg fyrir þessi mein, að þurfi ekki að takast á við þetta.